Elínborg, þú nefndir í gær umhverfistar heima fyrir í rauninni. Svona nokkur dæmi það út frá upplifun þinni af Þýskalandi og verðinni þar. Hvað við getum gert sem sagt einstaklingar, og þetta kannski ein vittin á þessu umhverfistar. Geturðu sagt okkur eins frá þessu? Já, ég kynntist í Þýskalandi þegar ég var búsett þar. Hvað í raun og veru fólki sem ég umgekkst var miklu meðvitaðra umhverfið sitt heldur en svona Íslendingar eru yfirleitt. Og það var svona í stóru og smáu, bæði náttúrulega í því hvernig við flokkum sorp. Og þar var maður bara með 4 ruslatunnur, þar sem að hver tegund af rusli fór í sína ruslatunnuna, sem sagt. Og þetta var mjög einfalt, þetta var gert mjög einfalt fyrir fólk og það þurfa sveitarfélögin að koma þar sem maður flokkar þetta bara einlega heima og fyrir utan heimili sitt. Þetta er svona komið á rekspöl hér samt sem áður. Svo er bara í þessu hversdagslega lífi að kaupa velja frekar lífrænt ræktaðan mat og styðja við þannig sem sagt matvælaframleiðslu og hvernig maður þvær þvottinn sinn og svo er þetta líka bara að kannski að ég til dæmis þar var mjög algengt að börn ættu kannski bara færri spjarir heldur en börn eiga hér. Það eru ekki yfirfullir skápar heldur kannski bara færri flíkur en vandaðri og þar sem sagt settu til dæmis vinur okkar og kunningir það á oddinn að börnin þeirra væru í fötum sem væru framleidd úr lífrænt ræktaðri bómull eða ull og það var ekki þetta svona þessi ofgnótt alls staðar. Og fólk var líka mjög meðvitað það til dæmis að vera ekki að kaupa fullt af dóti fyrir börnin sem var eiginlega bara rusl, framleitt úr plast og eitthvað svona heldur frekar að kaupa það bara minna og vandaðra sem væri framleitt úr efnum sem að eyðast í náttúrunni, tré og ég vil heima tilbúin leikvang. Þetta er svolítið svona afturkvarf til fortíðar svolítið. Þetta er svona lifa lífinu eins og afi og amma gerðu. Svona á umhverfisvænni hátt og það sem að mér fannst vera skemmtilegast var þetta að einfalda líf sitt þannig að það væri ekki þessi ofgnótt á öllum sviðum, eiga kannski bara 2 gallabuxur en ekki 10 og ég meina þetta hangir alltaf saman við bara raun og veru þessa nýlendustefnu og hvernig við komum fram við fólki í þriðja heiminum. Fólk var mikið að kaupa sér svona siðgæðisvottaða vöru líka. Allavega það fólk sem við umgengumst, þetta var svona meðvitað fólkið. Græningjarnir í háskólanum og Valdur leikskólanum þar sem dóttir okkar var. Ég meina þetta er svona þessi hlutir að velta meira vöngum bara yfir því, hvernig er ég að nota peningar mína, í hvað fara þeir og og er ég svona siðleg í minnum innkaupum. Og þetta hangir saman við umhverfisvernd. Hvað ég meina eitt af því sem hefur komið fram hér á þessu málþingi er að í rauninni vandamálið það stórt ef við horfum á þessi umhverfismál í stærra samhengi. Við stöndum fram fyrir það stórum vandamálum að við þurfum mjög róttæka hugarfarsbreytingu. Þetta er augljóslega kannski einn þátturinn í því, en hefur einhverja hugmyndir það? Hvaða skref, ég meina, hvað er að byrja? Við byrjum bara í þessum hversdagslegu litlu hlutum. Bara í því að kannski, ég myndi segja að það virðist vera Íslendingar, maður er alltaf að sjá svona til dæmis inn á heimili fólks núna. Það er volum ekki tísku að fara inn á heimili fólks og skoða hvernig fólk býr. Ég held að fólk hætti kannski eyða þessi minni peningum í rosalega dýr húsgögn. Það eru mjög margir til í að kaupa til dæmis eldhússtóla fyrir 30.000 í staðan fyrir að fara í hvað heitir aftur? Góða hirðin, já. En fólk er ekki tilbúið til dæmis til þess að borga neitt rosalega mikið fyrir matinn sem það borðar. Eða fyrir við erum svolítið, það er svolítið brenglun verðmætamat finnst mér í okkar í þessari sóunar mynstri sem við erum í. Við erum tilbúið til þess að borga rosalega mikið fyrir hluti eins og húsgögn og myndlist og bíla og utanlandsferðir, en við erum ekki tilbúin til þess að borga kannski aðeins meira. Við segjum við getum ekki keypt lífrænan mat sem er svo dýr, en ef við til dæmis bara breytum þessum okkar lífsstíl, draugum aðeins úr kannski kaupum frekar stólinn í góða hirðinum, en kaupum kannski mat sem er aðeins dýrari en er lífrænn, eða kaupum föt sem eru aðeins dýrari en eru
kannski framleitt við aðstæður sem eru boðlega fyrir verkafólki í þriðja heiminum eða Suður Ameríku eða hvar sem að fötin okkur er framleitt, þá erum við í raun og veru bara aðeins að svona, við erum að breyta lífsstíl en við erum ekkert að draga neitt úr lífsgæðum. Við erum jafnvel að öðlast meiri lífsfylling og meiri lífsgæði vegna þess að við erum meðvitaðir það hvað við erum að gera. Og þetta eru bara svona litlu hversdagslegu hlutum. Ég til dæmis, ég man eftir því þegar ég gifti mig, þá var það brandarinn í brúðkaupinu mínu að vinkonu mínar hefði ekki getað komið inn vegna þess að það hefði verið svo mikið pissulykt af bleiunum sem að ég var með í sturtunni og í bala og það að stelpa mín hefði ekki mátt fá neitt nema lífrænt ræktaðan mat og það hefði verið febrúar þegar hún byrjaði að borða og svo hló öll veislan af þessu. Mér finnst því samt okkur hefur farið mikið fram því fólk er ekki að hlæja því núna. Það þykir bara svolítið smart að vera að nota taupleiur og gefa börnunum sínum lífrænt ræktaðan mat að borða og svona. Og það er bara í þessum gömlu, þú veist, þessum hversdagslegu bara hlutum sem við getum lagt eitthvað á vogarskálarnar. Í okkar lífstíl, þar byrjar þetta allt saman. Ég meina ekki, þú veist, ég held að það komið, við erum það eru fullt af fólki að segja rosalega, sem er rosalega mikið menntað í umhverfismálum það hvernig, þú veist, svona, þetta heimspekilega á bakvið allt saman. En núna er bara að koma á þann stað, við þurfum að fara að gera eitthvað, leggja eitthvað á okkur til þess að gera þessa hluti. Þú veist, við þurfum þetta er svona frá orðum til athafna, eitthvað neginn þannig, þú veist, nú bara byrjum við og við tökum bara eitt skref í einu og við setjum okkur bara lítil markmið og við þurfum ekki, þú veist, að bera ábyrgð á öllum heiminum, við kannski reynum bara að bera ábyrgð á okkur, hér og nú, hvað ætla ég að gera, hvað ætla ég að leggja á mig, hvað get ég gert og það er fullt af hlutum sem við getum gert.